Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið sæl og blessuð. Það stundum sagt að það vanti meiri listir í grunnskólana, meiri hvata og útrás fyrir sköpun nemenda. Oftlega rætt að á breytingu, þegar breytingar hafa verið gerðar á námskrár, þá hafi það svolítið komið niður á skapandi greinum. Nú, ég get sagt til gamans að þegar ég var í grunnskóla, í Skútustaðaskóla í Mývatnssveitinni fyrir ansi mörgum áratugum, þá fóru öll börn sem útskrifuðust þaðan í gegnum leiklistarferli síðustu árin sem það var þær í skóla og við vorum með sjálft samkomuhús sveitarinnar, Skjólbrekku, sem leiksvið fyrir okkur og sveitin mætti og ég held hvert einasta skólabarn tók þátt í leiksýningum og þetta styrkti mann töluvert í því að koma fram síðar og kannski opna sig. Nú síðustu helgi lagði ég leið mína inn í Austurbæjarskóla og þar var verið að setja upp mikið stórvirki, Íslandsklukkuna. Þar voru nemendur í 8. til 10. bekk í þessum gamla skóla, á þessu gamla leiksviði, í þessum æðislega sal sem í þessu húsi sem hreinlega blómstruðu og þakklætið mitt og annar áhorfenda mikið að hafa orðið vitni að þessari sýningu og sumir aðstandendur þessara sýningar telja einmitt að það þurfi aðeins að bústa þessa hugsun inn í grunnskólakerfinu að krakkar fái útrás til opnunar og sköpunar til dæmis með leiklist og hingað til okkar kominn leikstjóri þessarar sýningar. Vertu velkominn Niels Thibault Sierert. Takk hérlega. Þú ert arkitektinn að þessari sýningu sem ég nefndi þarna, Íslandsklukkunni í Austurbæjarskóla og þú hefur væntanlega upplifað ansi sterk viðbrögð hjá þeim sem sáu þessa sýningu, ekki satt? Alveg gífurlega sterk og falleg viðbrögð. Bara viðbrögð sem bæði koma óvart og voru líka verðskulduð, sérstaklega þar sem þessi krakkar færðu fjöll með leiksýnum og túlkun á þessum ótrúlegu persónum, þannig að þetta var eiginlega bara frábær lífsreynsla Já. Og bara tók mig alla 360 gráðu lífsins Var það ekki? Jú, það gerði það nefnilega. Og færði svolítið út til því mörkin, væntingamörkin hjá til dæmis fullorðnu fólki sem var í salnum að fólk var að velta því fyrir sér hvað mögulegt til hvers hægt að ætlast. Já. En þetta fór eiginlega út fyrir allt það, Já, fallega sagt. Ég reyni alltaf að vanda mig því ég geng inn í leikfélag, sama hversu ungt það Já. Eða gamalt. Og þetta var nefnilega 4. uppfærsla mín á árinu, á þessu leikári, af leiksýningu sem hafði upphaf, miðju og endi. Og fékk ég að kljást við alla aldurshópa í vetur og ég endaði veturinn á þessu. Ég gekk inn í salin, ef við tökum bara fyrir þetta verkefni þá gekk ég inn í salin og þennan friðaða sal með þessum óþægilegu sætum og með 2 billuðum, þannig að það allt svo rómantískt við þetta leikhústjöld, þetta eins og Alþingishúsið að hluta til, litir og svo framvegis að það kom nánast ekkert annað til greina og sérstaklega það sem við vorum að fara að vekja upp þetta leikfélag Austurbæjarskóla sem hafði legið dvala til 15 til 20 ár. Einmitt. Sem alveg gífurlega mikilvægt fyrir krakkana að upplifa þetta. Já, og sennilega ekki eini skólinn þar sem hefur orðið svona rof. Nei, og ég tala ekki einu sinni ef við förum út í svona bæjarfélög og svo framvegis. Ég kem til dæmis að Seltjarnarnesi og þegar ég var að alast upp þá var leikfélag Seltjarnarnes algjörlega stórbrotið leikfélag þar sem voru vissulega fullorðið fólk á öllum aldri og flest allir því ég var að sækja sýningarnar ellilífeyrisþegar, en það gerði það bara betra. En við höfðum þennan hóp í höndunum sem kom og sótti og það var bara algjörlega frjálst og Gissur Ari Kristinsson sem stóð að þessu, hann boðaði 8., 9. og 10. bekk til pröfa. Já, hann í félagsmiðstöðinni. Hann í félagsmiðstöðinni og er forstöðumaður hennar. Já. Forstöðumaður félagsmiðstöðarnar 101 sem liggur þarna við hliðin á skólanum. Í nýrri byggingu. Og hann er bara forsprakkin af þessu að endurvekja þetta leikfélag
og hann hérna sem sagt spyr mig og talaði við mig fyrir ári síðan og spurði mig hvort að ég hefði áhuga á þessu og ég hefði náttúrulega gífurlegan áhuga á þessu. Bara segir sér sjálft að koma inn í Austurbæjarskóla, þennan mikla menningarskóla líka. Það sem Austurbæjarskóli hefur náttúrulega fram yfir aðra skóla er það svo rosaleg saga þarna. Og á veggjónum, mér fannst gaman að ganga Austurbæjarskóla út af því á veggjónum er sko verið að hampa fyrir nemendum. Þeir sem hafa til dæmis skrifað einhverja bækur, ég tala nú ekki um myndlistafólk, skólinn hefur keypt myndlist og semuleiðis varveitt myndlist fyrir nemanda og þetta trónir þarna á veggjónum og svo framvegis það margt gott þarna sko og margt fallegt, þannig að það á að efla þetta meir finnst mér. Og við fengum þetta pláss að hefja 7 vikna æfingaferli sem við gerðum og sökum sögu skólans og við vorum endurvekja, þá fannst okkur gaman að velja íslenskt fyrir krakkana og fyrir okkur sem sæma þessum sal líka því að það er gaman að púsla verki, innihaldi og umhverfi saman sko, ef það er mögulegt. Og því var einhvern veginn Íslandsklukkan fyrir valinu sko og krakkarnir sem var þá í 8., 9. og 10. 24 einstaklingar sóttum, allir komast inn að sjálfsögðu, þetta er ekki stærri en það, þetta er bara 24 manna en svo rosalega mikið úr að móða, voru sátt við þetta, sem var náttúrulega alveg ótrúlegt og það var helsta stressið, en kannski skipti líka máli hvernig við bárum þetta upp líka fyrir þau. Sko, þetta er löng sýning, hún er mjög krefjandi, krakkarnir eru á fleygiferð bæði hið ytra og innra, maður getur sagt sem svo. Sástu breytingu á þeim eftir því sem að leiða á ferlið? Já, alveg gífurlega sko. Þetta er náttúrulega svo margþætt að vinna með svona ungum leikhóp og maður er bara algjörlega, maður þarf að vera sko algjörlega sjálfur sem fullorðinn einstaklingur, nú er ég 30 sko, ég er 15 árum eldri en þeir elstu í leikhópnum, eða 14 eða eitthvað hérna, sko, við erum kollegar þarna, þrátt fyrir að ég sé svona töluvert eldri en þau. Það finnst mér skipta rosalega miklu máli. Leikhópur, leikfélag, sama hvort hann sé sjálfstæður eins og við vorum svolítið þarna. Við fengum aðstöðun í Austurbæjarskóla en þetta var 101 félagsmiðstöðarverkefni að við byggjum allt á jafningjagrundvelli og byrjum þar. Ég er ekki kennari, ég kem ekki þarna eins sem kennari. Ég kem þarna sem hækjur og hjálpagögn, stóð og stytta þegar á móti blæs. En saman sköpum við þetta. Að byrja á því að heyra þau hlýða eða sem sagt að lesa yfir textan var náttúrulega alveg gífurlegt og en bara þá voru engin hik, það var bara þau héldu ótröð áfram, spurðu þegar þau þurftu að spyrja út af því að þetta er náttúrulega alveg gífurlega flókin skrif fyrir unga heila og unga augu. Og margir fullorðnir samtíma Íslendingar sem að væntanlega skilja alls ekki allt. Nei, bara 100%. Ég fekk bara gamla skólabróður minn sem kom á 2 reynsli áður við frumsýndum sem sagði bara hvað er þetta? Og ég bara náði þessu, jú en sko er þetta svona flókin saga? Og ég sagði já, hún er rosalega margslungin en það sem við gerðum kannski ekki auðvelt fyrir var að við skárum engar senur út eða tókum engar persónur út eins og stundum er gert og nú síðast í Þjóðleikhúsinu, þetta var sýnt þar í leikstjórn Þorleifar Arnar og það var rosalega falleg sýning en þau bara fókusuðu á og einblíndu á aðal persónurnar. En leikgerinn sem þú notaðir, er hún ekki líka bara frá 48 eða eitthvað? Hún er frá 1950. Þetta er leikgerinn hans Lárusar Pálssonar. Já, þannig að þeir voru bara trúr þessum gamla tíma. 100%, ekki spurning. Trú texta Laxness, hann hefur náttúrulega aldrei breyst, sko. Og hérna, ég veit það fyrir víst að í þau skipti sem Íslandsklukkan hefur verið sett á atvinnuleiksvið að textanum er ekki að það má ekki breyta textanum og við reyndum að vera bara eins trú honum og hugsa skat sem var mikið hugrekki af þeirra hálfu og þú talaður hvernig þau breyta sko eftir að þau fá svona stórar og mikla persónur sem fyrirfinnast í þessu verki náttúrulega gigantíska persónur sko við erum að tala eins og bara ég nefni alltaf Magnús í Bræðratungu hann er náttúrulega bara ofbeldismaður par excellence og fyrir hann að Sæsu í 10. bekk að ganga inn í þetta var hann náttúrulega þrekvirki sko. Rosalega ólíkt henni en þvílíkt hugrekki og ég vil benda á það hugrekki í öllum að ganga inn í þessar persónur. Jón Hreggviðsson okkar besti maður sem leiðir verkið sem er svona rauði þráður verksins.
bæði einhvern veginn svona fallegur óviti með gott hjartalag skilur þetta alveg gífurlega mikil átök og ég tala ekki einu svona stóð og styttu verksins Snæfríð Íslandssól sem hérna milli skips og bryggju flest allan tíman í þessi 20 ár, 25 ár sem verki spannar. En sko þegar ég spyr sem sagt breytingarnar á krökkunum þá ég var svona líka veltaði fyrir mér sástu þau opnast alltaf svona meira og meira einhvern veginn sérðu það fyrir þér að þau fari öðruvísi einstaklingar þegar þau tékka út úr Austurbæjarskóla í dag vegna þess að þau tóku þátt í þessari sýningu þetta einhvers konar ekki bara menningarlegt veganesti heldur líka andlegt eða félagslegt veganesti taka þátt í svona hópefli og svona hópsýningu vegna þess að þú kannski tókst eftir því að fyrir forsetakosningarnar þá voru sumir frambjóðendur sem lögðu mjög mikla áherslu á þessa gömlu tíma Halla Hrund, hún var að rómantísera heiskapinn þegar allir voru saman á túninu sumir með hrífur aðrir á einhverjum vélum allir unnu saman við sömu iðju hugur og hönd fóru saman við ekki alltaf ein í þessu símanum algjörlega var eitthvað þannig sem gerðist Já, ég held það nú og ég vona svo innilega að þessi fallegu dæmi sem þú nefndir hérna fyrst sko að hérna vonandi það er náttúrulega mest gefandi ef þau fá það er allan ósk mín að þau fái þetta veganesti út í lífi sem er bæði sko að sjóndeildarhringurinn víkki og breikki og stækki þetta leiklist finnst mér vera stór það er allan eitt stærsti hluti ástæðan fyrir því að ég valdi þetta fag var til þess að breikka og sjá og breikka sjóndeildarhringi minn fyrst og fremst út af því að það er náttúrulega bara skilur þú sér lífi í öðru ljósi þú endurspeglar þig við aðra sem þú bara einhvern veginn myndi aldrei hafa dottið í hug að væru til eða svo framvegis og það er vonandi og óskandi að krakkarnir hafi svo sannarlega gert það stækka þetta hópinn og þroskaðan og urðu betri vinir mér fannst það og það er náttúrulega kannski til þessi leikurinn gerður ef þetta er ekki skemmtilegt þá er engin ástæða til þess að gera þetta og það er svona held ég að mörguleiti hluti og það ávið held ég bara leiklista heiminn yfir höfuð sama hvort þú sért í grunnskóla, menntaskóla eða í atvinnulífinu að ef þú finnur ekki ánægjuna þá blómstrar verkið ekki þá blómstrar einstaklingurinn ekki út að þetta eru persónur á sviði þetta er list augnabliksins og hvergi annar staðar í grunninn skemmtilega en að sjá sko svona ungt fólk standa á sviði og flytja heilt æviskeið fólks og ef það tekst að það sé gaman, þá munu þau hrista saman og eins og þau horfðu í augun á hvort öðru hérna á lokasýningunni sumir urðu meirir þetta bara skiptir svo miklu máli út af því að þetta er svo mikill lærdómur í þessu út af þetta er mannlegi lærdómurinn sem kemur manni kannski hvað mest áfram í lífinu og sérstaklega í ljósi nútímans Einmitt og hugsa er að þessi galdur hann verður til á tímum þar sem vansæld og vanlíðan sérstaklega ungra íslenskra stelpna í grunnskólum hefur verið að vaksa mjög samkvæmt könnunum óbúslega mörgu ungu fólki á grunnskólaaldri líður illa við erum í frjálsu falli í árangri mældum í einkunnum og frammistöðu í PISA-könnunum og ég heyrði út undan mér að þú teldir að eitt svarið svona bara sem við ættum núna að leggja áherslu á það væri til dæmis að leiklist þyrfti að eiga aftur erindi inn í sem flesta skóla þú kannski heyrði mig lýsa því þegar ég fór aftur í sveitina mína gömlu mjög á sveitina og lýsti því hvað var mikil áherslu á leiklist þar og félagsheimilið undir og allt það þurfum við að bakka núna aftur og finna ræturnar í leiklist og öðru menningastarfi og bústa skóluna með þessu Já, en sko bakka, ég held bara áfram sko út af því að sko skólarnir flestir sem hafa einhverja sögu sem er ekki yngri en 5 ára eða eldri en 5 ára skilur við að þeir sem hafa verið til staðar í x langa tíma hafi átt á einhverju leiti leiklistarkennslu, leiklistarmenntun í sínu en þetta er bara svo mikilvægt að út af því að þetta er náttúrulega félagslegt fyrst og fremst og ég tala ekki einu sem þarna er ákveðin lærdómur fólkin í því að læra að treysta ef þú treystir ekki nú þegar og þetta er rosalega óáþreifanlegt og það gerir þetta líka svo vandasamt og líka fyrir sérstaklega
skólastjórnendur, pólitík, alls konar svona þeir sem í grunninn sko leggja fjármagn og búa til skóladagskrá hvað sem það því að þetta svo gífurlega ósýnilegt en á sama tíma svo áþreifanlegt þegar þetta komið einmitt á svið og maður sér en þá þarf maður líka að vera til staðar og sjá eins og til dæmis skólastjórn Austurbæjarskóla gerði mætti þær aðstoðarskólastjóri og skólameistari mættu á frumsýningu hjá okkur og þökku okkur vel fyrir sko. Þetta bara svo gífurlega mikilvægt finnst mér félagslega og sömuleiðis andlega því að maður ekki einn, maður gerir þetta ekki einn maður þarf að vera í hópi, maður þarf að hlusta, maður þarf að tengjast og líka bara kynnast, burtséð frá því að við kannski kunnum ekkert í grunninn einstaklega vel við hvern annan en nú ég bara að taka dæmi en á sama tíma að læra að vinna saman út að við erum staddir hér og þú ert ekkert vondur maður né ég en við bara kannski erum ekki á sömu bylgjulengd og þetta lærir maður því að öll voru þau ekkert vinir fyrir og verða það ekkert. Það mikið forskot fyrir atvinnulífið 100% atvinnulíf út af því að við erum heldur ekki eins og ég sagði við Gissur ítrekkað við erum ekkert að búa til leikara sumir munu stíga á svið aftur ekki spurning og vonandi kveikt þetta á einhverjum í því að ganga enn lengra og öll eiga þau erindi til þess en margir vilja gera eitthvað annað en þau geta alltaf tekið þetta með sér og líka framhaldsskólaleikurinn ef þau sækjum það og svo framvegis þú getur alltaf tekið þessa reynslu í sama hvaða fag þú velur þér og eins með leiklistaskóla flesti leikarar náttúrulega við erum yfir 700 talsins á landinu sem höfum þessa menntun við getum tekið þetta hvert sem Og þú myndir vilja sjá aktíft að þessu róið innan grunnskólakerfisins? Ekki spurning, þetta yrði bara mesta guð og gjöf og gjafa best fyrir alla nemendur, og sérstaklega þá nemendur sem eru að kveðja skólan og hvernig þau kveðjan og hvað þau skilja eftir sig út af því að eins og maður veit sjálfur að maður kannski mest eftir síðustu árum grunnskólans, maður svo ungur, maður svo mikið að þroskast, maður svo að taka mörg stökk í lífinu og sérstaklega að breikka bakið fyrir framhaldsskólan hafa staðið fyrir framan fólk og flutt Íslandsklukkuna gæti verið, ég vona það hafi verið guð og gjöf og gjafa best áður og heldur áfram inn í lífið Já, má segja að áherslur okkar í það svona segir sér sjálft þegar við bæði mælum hrap í námsárangri og aukningu í vanlíðan nemenda, þannig að segir sér sjálft að það eitthvað að algjörlega og það náttúrulega mikið að það mjög margt að og ég efast kannski að leiklistakúrsar eða svo sagt að það setja sýningu í alla skóla myndi laga allt auðvitað ekki en upplifurðu að það sé að við þurfum einhvern veginn að hugsa málin svolítið rótækt upp og nýtt innan skólakerfana? Já, innan okkar kerfa. Já, án efa, og það vita líka okkar besta fólk í fremstu stöðum í skólakerfunum því að við Íslendingar erum gæta eiga rosalega gott framlínufólk sem annars grunnskólan okkar, skólastjórnendur og svo framvegis og ég kannski ekki besti maðurinn til að svara fyrir skólakerfi sjálft en ég veit það að ef skólinn finnur fyrir því út af því að þessu má heldur ekki vera þvingað eðlilega ekki því að fólk þarf líka að vera svolítið tilbúið til þess að leggja af stað í svona leiðangur þó hann taki ekki meir en 7 vikur þá getur þetta verið óklemanlegu leiðangur og þetta mun að sjálfsögðu ekki láta veikan einstakling verða algjörlega laus við sína kvilla þá við sama hvað amar að út af við finnum fyrir miklum kvíða og óryggi oft sérstaklega í gegnum samfélagsmiðla og við erum alltaf að bera okkur saman og svo framvegis en að veita vettvang þar sem fólk getur vonandi verið frjálst og örugt og mátað sig það vissulega hægt að gera það í gegnum leiklist og sérstaklega mannlegar tengingar en þetta þvingar heldur ekki og mér finnst það mjög mikilvægt krakkarnir okkar í Austurbæjarskóla þetta var tilbúið Gissur var búinn að leggja góðan grunn það var búið að tala við skólan og við vorum tilbúin þrátt fyrir þetta var ekkert fullkomið auðvitað ekki og þetta á ekki að vera fullkomið þetta á að vera ófullkomið
og það gerir þetta svo gott sko, það gerir þetta augnablikinu sem við munum vonandi seint gleyma og þessari upplifun. Þetta spyr líka spurninga hvað skólastarf? Einmitt. Og til dæmis það til hugmyndafræði sem að kenni sig við STEM og gengur svolítið út á að fara að draga börn í auknum mæli út fyrir skólastöðuna, jafnvel út í náttúruna og allt það. Og hvort sem það listrænt framtak eða útivera eða hvað það við þurfum eitthvað nýtt. Við þurfum að gera eitthvað öðruvísin það sem við höfum verið að gera. Já, örugglega mörgu leyti, sko. Og það er ekki spurning, út af samfélagið það náttúrulega búið að taka sko gífurlegum stakkabreytingum á örfáum árum og mun halda áfram að gera það, ekki spurning. Við munum ekki, og við þurfum einhvern veginn að halda okkur í haldi við hann svo að fólkið okkar sem að alast upp í þessum heimi líði vel og örugt og skilji. Út af því að lífið náttúrulega nógu óskiljanlegt nú þegar, sko. Og þessi fordæmalausa samfélagstilraun á nokkura rannsókna áður, að við tróðum okkur sjálfum og lífi vinu okkar og svo margra inn í þetta litla tæki. Já. Það segir sér náttúrulega sjálft að við vitum ekkert hvaða áhrif þetta hefur á ungt fólk eða aðra aldurshópa í samtímanum eða hverjar afleiðingarnar verða í framtíðinni. Já, en það sem þið eruð að gera og þú að virkja krakka í þessari iðju að setja upp leikrit það bónus að þessi stórbrotin sýning. Já, það er bónus. Það er ekki markmið. Nei, og líka bara maður veit ekki það. Nei. Það bara bónus ef hún hefur áhrif, sko. En vonandi hefur hún fyrst og fremst áhrif á leikhópinn sjálfan, sérstaklega með svona ungt. En mér finnst áhugavert að þessi ákall hjá þeim til þess að fara ná sér í hrífu út á tún og raka í heiskapnum, leggja fram, gera hlutina saman. Algjörlega. Mér finnst það áhugavert. Nei, það það, sko, og ekki kannski sjálfsagt, sérstaklega í ljósi þess hvernig samfélagið en á sama tíma aftur á jafningjagrundvelli, ef maður gerir þetta saman og þau hafa einhvern svona, þau sjá einhverja stefnu, þrátt fyrir að þau þekkja ekkert þessa leið og bara hafa ekki leikið eða séð leiksýningu eða eitthvað, allur gangur á þessu. Já. Þá hægt að búa til vettvang að þau muni geta treyst og gengi þessum farfi með. Og til dæmis þarna var 9. og 10. bekkur hvað mest að sameinast og það heldur ekki sjálfsagt út af því að akkurat á þessum árum eru kannski takmarkaðri samskipti milli 9. bekkjar og 10. bekkjar þar sem þau eru eldri og sem mun að sjálfsögðu breytast þegar 9. bekkurinn færist yfir og svo alls konar kollakolli. En að veita þetta vettvang til þess að fólk geti átt bara í mannlegum samskiptum á jafningjagrundvelli til sama hvað aldrei það náttúrulega bara eitthvað sem þau geta tekið út í lífið, sko. Já. En með, sko, samfélagsmiðlana, sko, þetta náttúrulega bara náttúrulega stórhættulegt og líka, það fer líka eftir í hvernig þú gengur inn í þetta, rétt eins og hvað annað. Já. Á hvaða forsendum gengur inn í þetta, hversu forvitin ertu og hversu mikið myndu taka af því vonda út úr því. Það eitthvað sem bara það engin leið held ég því miður að komast að, sko. Nei. Út af því að öll erum við mismunandi, sko, stakk búin í þetta, sko. Já. Og líka hinnu fullorðnu. Já. Bara hvernig við að haga okkur og ég tala ekki einu sinni foreldrar, sko, hvernig við erum komið með svo stórdæmi, rétt eins og Grikkirnir, tölum við Grikkina hérna. Já. Grikkirnir, sko, segja, sko, að þeir hafi búið til hinn fullkomna líkama einhverjum árum fyrir Krist. Þau strúkturuðu hann, þau bjuggu til styttur og sögðu svona lítur konan út, svona lítur maðurinn út. Nú erum við komið einhvers konar annars konar dæmi af þessu. Og ég tala ekki einu sinni að þegar, sko, hinni fullorðnu sem halda að jafnvægið sé komið og þau séu búin að finna hinn gullna meðalveg á lífinu og ég tala ekki einu sinni þegar þau fara alveg börn að þá náttúrulega koma öðruvísi átök út af því að þetta hinn sífella endurspeglun og sífella, sko, hugmyndum að tilheyra. Hvaða hópi vil ég tilheyra og hvernig ætla ég að láta mig líta út til þess að ég muni falla undir þennan hóp. Og þetta getur náttúrulega verið alveg gífurlega hættuleg og vandasöm för, sko. Einmitt. Og sérstaklega ljósi þess að þú ert að búa til og leggja sko, jarðveginn fyrir, sko, erfingja þína, sko. Já. Og þar leiðandi alltaf sífellt, sko, það bara mjög átakilegt að sjá fólk endurspegla sig svona endalust. Já. Og finna ekki frið í eigin líkama. Já. Því að við höfum ekki okkur, þá höfum við ekki neitt. Einmitt. Og það bara þannig. Og til dæmis að, einmitt, aftur á leiklistinni, þú hefur sjálfað þig. Og þetta eina verkfæri sem þú hefur rödd, augu þín, líkama og sál.
og þú notar hana til þess að búa til Jón Hreggviðsson, Magnús í Bræðratungu og allt þetta lið. Það er eina sem þú hefur og svona lítur hann út hjá okkur, svona hann og því fáum við ekki breytt og hann flytur þennan text og við treystum því. Já. Og þar alveg það einhver sko ákveðin viðmið að líka að forðast og sérstaklega ef þú kafar djúpt inn í svona persónu eins og þau öll gerðu, þá er þetta vonandi forvörn líka og það við vorum með bara þannig verk, forvörn á hegðuna mynstri mannsins algjörlega. og hvernig við getum svona einmitt ekki gengið þann farveg í að og passa okkur og vonandi hafið það víkka og líka búið til skilning af hverju manneskjur eru eins og manneskjur eru, hversu breyskar þær eru. Það er nú ekki ónýtt veganesti fyrir krakka sem að fara í framhaldsskóla Nei, vonandi. Að fá eitthvað fornámskeið í því. Nei, og líka að þetta sé gert í gegnum gleði, að manneskjan sé rannsöku í gegnum gleði og forvitni og skilningsleysi að mörguleyti. Ég meina, hægt að búa til betri vettvang. Einmitt. Þau börn sem læra leiklist eða taka þátt í leiklist en verða ekki leikarar. Hvað græða þau á þessu svona svo þú sellir þetta aðeins í lokin sem loka spurning? Já, bara eins og ég sagði áðan, ég er núna útskrifaður leikari frá Listaháskólanum og hef starfað núna sjálfstætt nánast síðan ég útskrifaðist að ég gæti farið í hvaða fag sem líður mér með þetta á herðunum. Því að þú getur tekið þetta með þér hvert sem og ég held að eins og ég segi bursið frá því að krakkarnir muni kannski aldrei stíga á svið aftur. Það er bara flott. En þau eiga samt alltaf þetta. Og opnunin á því að standa á sviði og flytja heila manneskju æviskeiðis eins og við gerðum í þessu tilfelli. Ég meina, þetta getur bara tekið með þér í hvað sem Nei, bara, ég get ekki orðað þetta betur heldur en það, út af því að þetta bara því að þetta tekst á við bara mannlega hæfni þína, þetta tekst á tilfinningarlíf þitt, stress, áhyggjur, efa, gleði að gangi gegnum svona ferðalag, út af því að þú ferð allan tilfinningaskalan og það gerir lífið. Þannig að að kynnast tilfinningun sem þú hefur ekki kynnst áður, það er bara dásamlegt að kynnast þeim bara snemma til þess að einmitt að njóta þeirra þegar það koma. Það sagði nú einhver, af hverju veit maður alltaf þegar maður líður illa en aldrei þegar maður glaður, út af því að þegar maður líður illa það svo yfirþyrmandi tilfinning, en á sama tíma þurfum við að líða illa til þess að ná að brosa breytt og að brosi sér satt. Þannig að skilur við að fá að gangi gegnum þetta tilfinningaferðalag sem að vinna í svona hóp og flytja svona sýningu, þá bara kynnist maður því svo vel, þrátt fyrir ungan aldur, og það má aldrei vanmeta það að þessi krakkar, þrátt fyrir ungan aldur, 14, 15, 16, þetta er rosalega klárt fólk. Og við viljum ekki verða flöt og útþynnt og þekkja hvorki þjáninguna nýja gleðina. Nei. Það viljum við ekki. Aldrei. Og það var til dæmis... Það er komið helvíti. Það er komið helvíti og líka það var meðlumur í leikhópnum sem sagði við mig að hann gæti ekki sagt þjálfaranum sínum frá þessu. Út af hann var í stundaíþróttir, út af því að það væri eitthvað skakt. En á sama tíma gat þetta ekki verið fullkomnara. Einmitt. Þannig að það er smá gat sem við þurfum að brúa á milli listana og íþróttana kannski. Já, þess konar gat, en 100% en líka bara að þetta sé eðlilegt. Að þetta sé, en á sama tíma við erum nú skrítin sem aðeins þetta starf, það verður ekki af okkur tekið, en það er kannski út af því að við höfum kannski líka hugsað svolítið öðruvísi. Og það er ekki, og eins með íþróttasambandi þrátt fyrir að þau séu stórkostlegt fólk, en þá skilur þetta önnur þrengst sem þau sjá heldur en við. Við erum þröngur hópur og auðvitað erum við kassalega stundum, listafólk, en það er líka íþróttafólk, en hvernig einmitt á sama tíma þetta svo nátengdar stéttir. Það má heldur ekki gleyma því. Íþróttafólk sem kemur fram, þetta er einhvern veginn leiksvið. Þetta skilur heimsmeistarmótið í fótbolta stærsta leiksvið
sem til í heiminum. Og því líka íþróttamennskan sem að ég var að vitni að þarna í Austurbæjarskóla á þessari uppfærslu á Íslandsklukkunni. Algjörlega, þetta eru nátengdar stéttir. Þetta var bara eitt flottasti landsleikur sem ég hef séð. Já, finnst þér ekki? Ísland-Danmörk. Ísland-Danmörk. Erfið Níels, það er frábært að hérna fá þig hér til okkar að Rauðaborðinu. Kæra þakkir. Nei, bara ástarþakkir fyrir að bjóða mér. Fyrir framlagið og samtalið og hérna við höldum bara áfram að vinna þessu öllum árum. Ekki spurning. Tróða listinni í auknum mæli inn í grunnskólanum. Eins og þau segja í FH, upp og áfram. Upp og áfram. Rjómandi. Áfram. Kæra þakkir fyrir samtalið. Takk. Af því ég myndist á Mývatnssveit áðan þá ætlum við held ég næst að tala við mann sem býr í Mývatnssveit og við ætlum að ræða við hann veður frá helvíti eins og Norðlendingar kalla ástandið þessa dagana. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.